Bandaríkin ætla að hætta í bili að veita Úkraínu upplýsingar frá leyniþjónustu sinni. Donald Trump fór mikinn í lengstu stefnuræðu sögunnar í gær. And we are just getting started. Þetta reiðarslag fyrir okkar litla samfélag, segja Húnvetningar hóp uppsögn í sláturhúsinu á Blönduósi. Starfsmaður segir erfitt að hugsa til heimilanna þar sem fleiri en einn misstu vinnuna sama daginn. Ekki útilokað að skerða þurfi raforku til heimila í ár en það stóð tæpt í fyrra. 86 milljarða kostar að bæta flutningskerfi og raforku innviði. Köfurinn tókst í dag að ná 2 bílum upp úr Akraneshöfn en Alda hreyfði á með sér á mánudag ásamt 2 mönnum. Annar þeirra liggur þungt haldinn á gjörgæsludeild. Sjálfsalar, geimverur, prinsessur og stórstjörnur voru á vappi í dag í tilefni öskudagsins. Krakkar á öllum aldri streymdu í Kringluna og sungu í skiptum fyrir sælgæti. Komiði sæl. Bandaríkjastjórn ætlar að fresta veitingu leyniþjónustu upplýsinga til Úkraínuhers. Forseti Belarús hefur boðið Zelenský, Trump og Putin að viðræður frið verði í Minsk. Samskipti Bandaríkjanna og Úkraínu virðast vera þokast í friðsælli átt. Zelenský sagði í færslu og samfélagsmiðlum í gær að Úkraínumenn væru reiðubúnir að setjast við samningaborðið sem fyrst. Þá sagði Trump í stefnuræðu sinni að hann hefði fengið bréf frá Úkraínuforseta með sömu skilaboðum. I appreciate that he sent this letter, just got it a little while ago. Bandaríkjastjórn lýsti því yfir í fyrra kvöld að hernaðaraðstoð við Úkraínu yrði fryst og í dag var tilkynnt að hættirði að deila leyniþjónustu upplýsingum með her landsins. Slíkar upplýsingar hafa meðal annars verið gefnar það hvar rússneskir hermenn haldi sig. Talsmaður Rússlands forseta segir það jákvæðar fréttir að Úkraínuforseti sé reiðubúinn til viðræðna. Spurningin sé hvernig og hvar þær verði. Конечно, для нас Минск это лучшее место. Это наш главный союзник, поэтому для нас это лучшее место для переговоров. Forseti Belarús á sömu skoðun og hefur boðið Minsk sem fundarstað. Вот здесь сядем спокойно, без шуму, без криков, договоримся. Поэтому передайте Трампу, я его жду здесь вместе с Путиным и Зеленским. Friðjón Friðjónsson, hvernig almenningur í Bandaríkjunum að upplifa þessa framkomu Trumps gegn Úkraínu? Það sem við erum að sjá að almenningur að snúast meira gegn Úkraínu heldur var áður og það bara vegna þessa gegndarlausa áróðu sem kemur frá Trump og Musk og öðrum sem að deinur á fólki. Það sem áður var mjög eindreginn stuðningur með Úkraínu komið þannig að 44% Bandaríkjamanna samkvæmt könnun sem birtist í síðustu viku styðja ekki Úkraínu í stríði sínu fyrir frelsi. Já, og meðan heldur þetta örugglega áfram. En Friðjón, ég ætla að biðja að hinkra aðeins hjá mig lengur. Því við ætlum að heyra núna hvað Bandaríkjaforseti sagði í þinginu í gær þegar hann hélt þessa stefnuræðu sína. Það ekki ofsögum sagt að stefnuræðu Bandaríkjaforseta hafi verið vel tekið. Í allavega úr röðum flokksystkina hans. Demókratar voru ekki eins ánægðir með ræðuna, sumir gengu á dyr og einum var vísað út fyrir háreysti. That's your warning. And once again, I look at the Democrats in front of me and I realize there is absolutely nothing I can say to make them happy or to make them stand or smile or applaud. Nothing I can do. Forsetinn fór víðan völl í lengstu stefnuræðu forseta í bandarískri sögu. Hún var 1 klukkustund og 39 mínútur. Eða það bil jafnlöng og þessi frétt 50 sinnum í röð. Afnámi jafnréttis og inngildingastefnu og hagræðingartillögum Elon Musk hampaði forsetinn og friðarhorfur í Úkraínu voru sömuleiðis til umræðu. We've had serious discussions with Russia and have received strong signals that they are ready for peace. Wouldn't that be beautiful? Wouldn't that be beautiful? Og þá var Trump enn með útbreiddan faðminn gagnvart Grænlandi. And I also have a message tonight for the incredible people of Greenland. We need Greenland for
national security and even international security, and we're working with everybody involved to try and get it. Ófrið í Mið-Austurlöndum bar einnig á góma. Rough neighborhood, actually. Og Trump sagðist sömuleiðis hafa tekið við fjárhagslegu stórslysi frá Biden-stjórninni. Meðal annars væri verð á eggjum út úr öllu korti. Komandi aðgerðir ættu að skila sér í bjartari tímum fyrir efnahaginn í Bandaríkjunum. And we are just getting started. Friðjón, við sjáum þar skipta skoðanir þessa ræðu inni á þinginu. Hver hafa viðbrögðin verið annars staðar? Eins, það er að segja innan Bandaríkjanna, það ræðst bara á því hvar fólk stendur í á svona litrófi stjórnmálanna. Heimurinn horfir auðvitað á með hryllingi því að þessi skilaboð sem eru að koma tvist og bast eru óþægileg og þetta tollastríð sem byrjað núna er einhvern veginn einhver upptaktur fyrir einhver sem er svona ógnvænlegt. Minnir á bara ástand heimsmála fyrir 100 árum síðan. En nú er þetta lengsta stefnuræðan til þess að var eitthvað annað sem var óvenjulegt við ræðuna og viðbröðinni við henni í þingsalnum. Náttúrulega þessi hárreisti og þetta var ekki bara lengsta ræðan eins og komið sögunar, heldur var þetta í fyrsta skipti sem að þingmanni vísað úr þingsalnum vegna mótmæla. Þannig að það er bara með allt með þennan mann eins og hefur verið, hann eins og fyll í postulínsbúð, þannig að þú veist, og síðan bara hvað hann að segja í ræðunni og svo framvegis að þetta var ekki stefnuræða fyrir þjóðina, þetta var kosningaræða og hann var ennþá að tala Biden þó að hann hafi unnið kosningarnar fyrir 2,5 mánuði síðan, þannig að og Biden hættur. Nákvæmlega. En Friðjónsson, takk kærlega fyrir að koma hingað til okkar og útskýra þetta. Og við förum hingað heim. Sveitarstjórn Húnabyggðar harmar hóp uppsögn í sláturhúsinu á Blönduósi og leitar leiða til að aðstoða þá sem urðu atvinnulausir. Erfiðir síðustu dagar, segir fyrrum starfsmaður. Hérna lék maður sér nú bara sem pjakkur. Já. Þetta er náttúrulega bara ömurleg staða. Á þessum nótum töluðu Blönduósbúar sem urðu á vegi fréttastofunnar í dag eftir að 23 af 28 starfsmönnum SAH kjötafurða var sagt upp störfum. Við mættum einum starfsmanni sem sagðist hafa meiri áhyggjur af samstarfsfólki sínu en sjálfri sér. Já, ég fekk uppsögnarbréf á föstudaginn. Hvernig líður þetta með þetta? Þetta var svolítið skellur, maður átti ekki von á þessu. Erfitt sé til þess að hugsa að nokkrar fjölskyldur í bænum missi báðar fyrirvinnur heimilisins. Allavega veit ég eitt sem er búin að vera hérna í 35 ár og svo eru hérna hjón sem eru búin að vera hérna yfir frá Pólandi sem eru búin að vera hérna yfir 20 ár sko. SAH afurðir sameinuðust Kjarnafæði Norðlenska 2021 sem kaupfélag Skagfirðinga keypti í fyrra. Það gátu þau vegna breyttra búvörulaga sem gerðu kjötafurðastöðvar undanþegnar samkeppnislögum. Forseti sveitarstjórnar segir svo mikinn niðurskurð hafa komið þeim að óvörum. Upplýsingarnar til sveitafélagsins eru eiginlega bara engar. Hann segir enn mörgum spurningum ósvarað. Vinnslan í sláturhúsinu hafi áhrif mjög víða á Norðurland vestra. Til dæmis komi á annað 100 manns að sláturvertíð þar á haustin. Er verið að fara að keyra öllu sauðfénu sem var slátrað hér á Húsavík næsta haust? Og verða það bílstjórarnir héðan, fá þeir að halda þeirri vinnu eða? Og mikill niðurskurður í litlum bæ þýðir tóm hús. Það eru hérna 3 gamli braggar, það er gamla fóðurgeymslan eða pakkhús sem var hérna í gamla daga, starfsmannahúsið, það er sláturhúsið og hús sem var hér á sínum tíma byggt sem fiskvinnsla en tilheyrir núna þessari starfsemi. Þannig að tótalt er þetta rétt rúmi 9.000 fermetrar sem eru þá væntanlega að verða munaðarlausir. Fyrir hönd fólksins míns hérna og ég ólst upp hérna á þessari torfu, akkurat þess að við stöndum núna, þar bjó amma mín sem vann hér í sláturhúsinu og maður var að skottast hérna í kringum hana inn á milli þegar það var verið að skúra og þrífa sláturlínuna og svona, þannig að þú veist, tilfinningarnar eru sterkar. Landsnet áætlar að kostnaður við að byggja ekki upp flutningskerfi raforku geti kostað alltaf 34 milljarða á ári. Verði ekki brugðist hratt við gæti þurft að skerða raforku til heimila. Þessi kostnaður fellur á okkur öll.
Og til samanburðar slagar þetta upp í framlög til allra framhaldsskólana í fyrra og 2/3 af halla ríkissjóðs í fyrra. Svokölluð innviðaskuld, það fé sem vantar til að koma flutningskerfinu í viðunandi horf, 86 milljarðar. Skuldin þarf að greiðast fyrir í framtíðinni og vonandi sem fyrst, en það verður þá bara alltaf þyngra fyrir okkur af því að skuldin þá bara stækkar ef við komumst ekki áfram. Þessi kostnaður á sér ýmsar skýringar. Hann myndast helst í því að það er ekki hægt að afhenda rafmagnið sem annars við hefðum átt að geta gert og við nýtum ekki orkuauðlindina okkar eins vel og við myndum vilja gera. Verði frumvarp umhverfis orku og loftslagsráðherra sem að mælti fyrir á Alþingi í dag að lögum munu heimili og mikilvægir samfélagsinnviðir njóta forgangs komi til skömmtunar rafmagns. Undanfarin ár hefur ítrekað þurft að skerða raforku til stórnotenda en hingað til hafa heimilin sloppið. Hefur ekkert tímann legið nálægt því? Já, það hefur verið tæft. Það var þröngt í búi í fyrra og það var mikla líkur á því að það þyrfti að fara að skerða til heimilana eða skammta. En sem betur fer þá kom ekki til þess. En við erum ennþá í þröngri stöðu áfram. Við þurfum þessa uppbyggingu til þess að koma í veg fyrir að það gerist. En var það ekki alveg svona það versta sem þið þyrftu að gera, skerða raforku til heimila? Jú, það er alltaf flokkað sem neyðarástand. Gætu þið þurft að skerða raforku til heimila í ár eða verður ekkert gert? Við erum að meta orkuöryggi og það eru líkur á því þótt að séu litlar. Það snúi okkur að öðru. Efling stéttarfélag stendur fyrir samstöðufundi ræstingafólks. Fundurinn á Fosshóteli í Reykjavík og þar María Sigrún Hilmarsdóttir fréttamaður. Já, María Sigrún, hvert tilefni fundarins? Já, þessi fundur var helgaður samstöðu með ræstingafólki innan Eflingar því að það telur á sér brotið vegna launalækkana og það var sérstaklega hvatt til að fjölmenna á hana fund og það hefur heldur betur tekist því hér eru vel á annað 100 manns og að fjölmörgum þjóðurnum. Og hér rétt áður fórum í loftið það var samþykkt ályktun og hér hjá mér Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar. Sólveig, geturðu rakið inntak þessara ályktunar? Já, þessi fjölmenni fundur samþykkti ályktun sem að snýst annars vegar það að Samtök atvinnulífsins og ræstingafyrirtækin standi við gerða kjarasamninga og hætti þessari svívirðu sem að snýst það að lækka laun ræstingafólks til þess að koma sér hjá hækkununum og svo hins vegar það að stjórnvöld standi með okkur og fari og innleiði þær vel ígrunduðu tillögur sem að Efling og SGS hafa lagt fram sem að snúast það að bæta útboð og tryggja það að ekki sé verið að brjóta á ræstingafólki sem að starfar við að þrífa opinbera stofnanir. Ég verð að segja að það var aðdáunarvert að sjá hvernig var staðið túlkun hér á þessum fundi en hver er svona þín tilfinning? Hversu vel upplýst er þetta fólk sinn rétt? Því miður held ég að sérstaklega í ræstingabransanum sé bara markvisst verið að blekkja fólk af hálfu fyrirtækjana. Fólk samt mjög viljugt til þess að fá að vita nákvæmlega hvernig á að borga og hverju kjarasamningarnir eru og það sjáum við hér til dæmis á þessari mætingu. Þannig að fólk vill vita hvað að gerast og það auðvitað okkar skylda að upplýsa þau en því miður þá eru fyrirtækin svo sannarlega að gera hið þveröfuga. Eitt að lokum, ég verð að spyrja það, ég sá það hérna í glærukynningu sem var haldin áður en ályktanirnar voru bornar upp, það var minnst á launaþjófnað. Hvað átt við með því? Launaþjófnaður getur verið margvíslegur, hann getur snúist það að borga fólki einmitt ekki fyrir tímamælda ákvæðisvinnu, borga fólki ekki yfirvinnu, hafa fólki orlofsuppbætur, persónuuppbætur, desemberuppbætur. Því miður þá verður Eflingarfólk, verkafólk einmitt alls staðar á heiminum fyrir miklum og alvarlegum brotum meðal annars launaþjófnaði. Sem þið ætla að taka á? Sem við ætlum svo sannarlega að taka á og hvetjum auðvitað alla til þess að standa með okkur í þeirri baráttu. Takk fyrir þetta Sólveig Anna og við kveðjum héðan frá Fosshóteli. Takk fyrir það María Sigrún Hilmarsdóttir og við snúum okkur öðrum. Köfurinn tókst við erfiðar aðstæður að ná 2 bílum upp úr Akraneshöfn í dag. Kröftug alda tók þá og 2 menn með sér í fyrradag. Annar mannanna á gjörgæslu. Mennirnir eru starfsmenn verktakafyrirtæki sem sinni framkvæmdum á bryggju í Akraneshöfn. Annar þeirra var í bíl sínum en hinn var nýkominn úr þeim bíl og stóð á bryggjunni þegar stórt brot skall á bryggjunni með þeim afleiðingum að báðir bílarnir og mennirnir lentu í höfninni. Sá sem stóð á bryggjunni náði að synda til lands en hinum tókst að komast út úr bílnum og var bjargað úr sjónum. Hann liggur nú þungt haldinn á gjörgæsludeild. Veður hefur hamlað aðgerðum við að ná bílunum upp en í dag voru aðstæður hagstæðar. Bílarnir fóru fram að bryggjunni hérna hinum megin við en ákveðið var að draga þá yfir að þessari bryggju og reyna að ná þeim upp þar. Annar bíllinn þegar kominn upp að bryggjunni en sá seinni undir bauginni hérna fyrir aftan
og verið að draga núna að bryggjunni og síðan verður reynt að hífa þá upp á bryggjuna. Þetta var sennilegt og erfitt verk en hár sandbakki liggur höfnina. Þegar báðir bílarnir voru komnir á sinn stað fór kafarinn niður og kom festingu á þá við mjög erfiðar aðstæður þar sem ekki sá handaskil. Það tókst og byrjað var að hífa. Það var á 4. tímanum sem það tókst að ná báðum bílunum hingað upp á bryggju. Fjölmennlið kafara, björgunarsveitamanna og fleiri stóðu að aðgerðum. Það er ekkert skilni, það er bara núll. Þetta er bara blindra vinna, algjör að fara þarna niður og festa á bílana með hvolfi og alls konar, þannig að það er vandasamt og sinnlegt. Og eru menn þá bara með tilfinningunni í fingurunum eða hvað? Já, það er ekkert öðruvísi. Menn eru bara að nota hendurnar og loka bara augunum sko. Þannig að það er ekkert að sjá, ekki neitt. Og þessu eru næstætli viðnir á Alþingi þar sem Magnús Geir Eyjólfsson fréttamaður hefur fylgst með í dag. Já, hvað bar þar hæst núna? Já, það var gengið til atkvæða fyrsta og raunar eina þingmál forsætisráðherra á þessu þingi. Þetta eru þær breytingar sem voru gerðar þegar ný ríkisstjórn var mynduð. Það er breytingar á stjórnarráðinu þar að segja. Það er að leggja niður eitt ráðuneyti og færa málaflokka á milli ráðuneyta. Þessi tillaga var samþykkt með 30 atkvæðum stjórnarliða en aðrir sátu hjá. Það væri sjálfs engin bullandi ágreiningur þetta mál en vissulega deildar meiningar útfærsluna. Nú, hér er áætlað að spara alltaf 350 milljónir króna og ég segi bara vonandi verður það raunin, en við munum hafa opin augun hér og fylgjast með því hvort að þær áætlanir ganga eftir. Hér er ríkisstjórn að setja ákveðin tónin í samfélagið. Við ætlum að fara betur með peninga almennings og stjórnarráðið er ekki undanskilið því. Þá hef ég áhyggjur af því að þegar að húsnæðis- og skipulagsmál eru færð úr því ráðuneyti þar sem leyfisveitingarnar eru einfaldar og flæðið auðveldast og hlutirnir ættu að ganga hraðast og færa það yfir í félagsmálaráðuneytið að þá séu nú fljótt að fara 350 milljónir. En mér finnst auðvitað svolítið áhugavert að sjá það að flokkar sem einhvern tímann kölluðu sig hægri flokk og vildu hafa ráðdeild í ríkisrekstri sjá ekki einu sinni ástæðu til þess að styðja við þetta mál. Nú Magnús Geir ríkisstjórnin kynnti tillögur hagræðingarhópsins í gær. Já, komu þær tillögur til umræðu á Alþingi í dag? Það gerði það vissulega. Flestir fögnuðu nú því að þessi tillaga var komin fram enda markmiðið göfugt að spara pening. En það er ekki laust við það að stjórnarandstöðunni og ekki síst hægri flokkunum þeir geta heldur rýrt en sérstaklega þegar þetta er sett í samhengi við heildarútgjöld ríkissjóðs. Þau söknuðu að það sé ekki tekið á stofnunum eins og ÁTVR og RÚV og kannski líka stærri útgjaldaliðum eins og sjúkratryggingum. En við ræddum við nokkra stjórnarandstæðinga í dag og skulum heyra hvað þau hefur að segja. Því að það er augljóst að þessi góðu hópur fékk ekki mikið umboð til þess að koma með róttækar tillögur sem virkilega þurfum á að halda. Þetta er meira það sem við erum búin að vera að gera, það sem er í pípunum og þessna en þurfum við að ganga lengra því að það þarf virkilega að spara í ríkisrekstrinum. Í grófum dráttum þá er þetta tillaga kannski 7 til 10 milljarða einhverja sparnað á ári sem er auðvitað bara dropi í hafið í stóru myndinni. Nú eru heildarskuldir ríkissjóðs að nálgast 2000 milljarða, vaxtagjöldin 100 milljarðar á ári. Þannig að þetta er ekki upp í nös og ketti eins og menn myndi segja. Heildarmyndina sem að slæra okkur fyrst er sameining sýslumannsembætta. Við sjáum lögregluna líka, sameiningu þar og eins líka héraðsdómstóla. Við höfum áhyggjur af þessu varðandi til dæmis sérfræðistörf á landsbyggðinni. Kría, nýsköpunarsjóður, það er stór póstur líka. Við sjáum að það er 8 milljarða hagræðing. Eflaust vaknaði mörg börn spennt í morgun og gerði sig klár fyrir öskudaginn sem var fagnað víða land. Ég heiti Jóhanna Vigdís og ég er stödd í Kringlunni. Hér er mikið líf á fjör. Finnst þér það ekki, Bogi? Jú. Hér er mikið á krökkum. Æja, ég get fengið kanínu, æja, í sjálfsalanum, æja, ég get þessum heimi breytt. Það var augljóst að margir höfðu lagt mikla vinnu í búningin sinn. Hvernig býr maður til róbótabúning? Maður þarf bara nokkra kassa og fullt af álpappír og límband. Gerður þetta sjálfur? Já. Hvernig býr maður til kókumjólkubúning? Það er svolítið mikill vandi að gera það, en það heppnaðist. Maður bara setur hann saman, fær efni og setur hann saman með hoppakassa. Það er bara þannig. Tóða og efabúning. Þá setur maður bara skott á sig og setur svo bara úlfadehúfu.
Það leyndi sér ekki hvaða lag var vinsælast að syngja. Gegnum öldina, það getur ekki stoppað mig að. Rúndir þar og við gegnum öldina, það getur ekki stoppað mig að. Rúndir hér, rúndir þar og við gegnum öldina, það getur ekki stoppað mig að. Hvað það skemmtilegast við öskudaginn? Að sníkja nammi. Sníkja nammi eða bara. Alouetta, láttu nammi detta, niður fletta og gettu hvar það í pokanum hjá mér. 2 skref og svo tilbaka nokkuð guss með bara til að halda okkur við. Gerir hvað sem fyrir þig og í friðu og í fyrir. Við segjum þetta gott hér úr Kringlunni. Urður, hvað ætlið þið að bjóða upp á í Kastljósi kvöldsins? Við hittum konu fyrir vikunni sem starfaði áður á veitingastaði í eigu Hvangsles sem einmitt akkurat fyrir ári í dag þá réðst lögregla í einar umfangsmestu aðgerðir síðustu ára sem beindust að fyrirtækjum í eigu hans. Hann grunaður mansal og peningaþvætti meðal annars. En nú ári síðar þá rannsókn lögreglu enn í gangi og það ekki ljóst hvað verður fyrrum starfsfólk hans og brotaþola í málinu. En við ræddum við konuna og hún sagði okkur hvað hefur drifið á daga hennar undanfarið ár. Svo ætlum við að ræða bakslag í jafnréttismálum á heimsvísu við þær Stellu Samúelsdóttur sem framkvæmdastýra UN Women á Íslandi og Ingibjörgu Sólrúnu Gísladóttur fyrir utanríkisráðherra. Svo í lok þáttar þá kíkjum við á æfingu á söngleik Unu Torfa, Storminum, sem verður frumsýnt á morgun. Takk fyrir það, Urður, missum ekki að Kastljósinu. Þá það veðrið, það víða lægðir á sveimi í kringum landið, en einhvað síður munu þær láta okkur á mestu í friði, almennt frekar hægur vindur og dálítið él á víða dreif. Hiti á láglendi yfirleitt yfir frostmarki og að deginum þetta komin einhver dægursveifla í hitanum hækkandi sól, en þó verður næturfrost mest allt land. En veðurfræðingurinn segja okkur allt þetta strax að loknum íþróttafréttum. Í dag kom í ljós að Ísland verður með Póllandi og Slóveníu í riðli á Evrópumóti karla í körfubolta. Ekki verður dregið fyrir 27. mars en Pólverjar fengu að velja Ísland í sinn riðil. Keppt var í liðaspretti á heimsmeistaramótinu í skíðagöngu í dag. Áfram héldu Svíar og Norðmenn að sankaða sér verðlaunum. Og við spáum í undanúrslit bikarkeppni karla í blaki. Já, ef ég ætti að leggja kindurnar undir þá myndi ég setja þær á káa. Og það var helst í þessum fréttatíma að Bandaríkin ætla að hætta í bili að veita Úkraínu þeirra upplýsingar frá leyniþjónustu sinni. Donald Trump voru mikinn í lengstu stefnuræðu sögunnar í gær. Þetta reiðarslag fyrir okkar litla samfélag, segja Húnvetningar hóp uppsögn í sláturhúsinu á Blönduósi. Starfsmaður segir erfitt að hugsa til heimilanna þar sem fleiri en einn misstu vinnuna sama daginn. Ekki útilokað að skerða þurfi raforku til heimila í ár en það stóð tæpt í fyrra. 86 milljarðar kostar að bæta flutningskerfi og raforku innviði. Köfurinn tókst í dag að ná 2 bílum upp úr Akraneshöfn en Alda hreyfði á með sér á mánudag ásamt 2 mönnum. Annar þeirra liggur þungt haldinn á gjörgæslu. Þessum fréttatíma að ljúka. Næstu fréttatímar í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld. Við sjáumst þá. Sæl að sinni.